Komið sæl og velkomin í vegavarp Vegagerðarinnar. Að þessu sinni þá ætlum við að fjalla stokka. En það er unnið að 2 stokkum eða undirbúningi 2 stokka á Sæbraut og Miklubraut. Þannig að það er svona heilmikið í bígerð varðandi þessi mál. Og til þess að ræða þessar stokkar eru komin hingað 2 verkfræðingar frá tæknileit höfuðborgarsvæðis Vegagerðarinnar. Þeir Kristján Árni Kristjánsson og Sigurður Jens Sigurðsson. Verðið velkomnir. Takk. Við viljum kannski bara byrja á því svona að finna út hvar þessi verkefni eru stödd. Ef við byrjum á Sæbrautinni, hvar er Sæbrautarstokkurinn staddur? Já, vinnu frumdraga lauk í fyrra og síðan erum við núna með útboð í forhönnun og höfum verið að vinna ýmsum hlutum svona í millitíðinni. Og svona, ef maður fyrir aðeins svona aftur í forsöguna aðeins að þá er ágætt að horfa svo sem allan að kafla þarna frá Já, við fáum upp myndina af Já, hann er nú ekki alveg yfir þetta en þá svona var 2019 að þá var voru margar lausnir skoðaðar fyrir þennan kafla frá alveg Stekkjabakka og út að Holtavegi og það var svona með það markmið að finna bestu lausnir fyrir umferðin á öllum þessum kafla. Þannig að sjáum við einmitt hver stokkur þá er fyrirhugaður eins og staðan er núna allavega. En þá var allan það sem að koma til þeirri greiningu að best fyrir umferðina á alla samgöngumáta væri þessi stokkur og sömuleiðis þá mislætt á Bústaðaveg og Reykjanesbrautina. En síðan lauk þessari frumdragavinnu í fyrra sem að verkís unnu. Og hvað gerist þá næst? Hvenær koma gröfurnar? Hvenær koma gröfurnar, já. Það nú fyrir forhönnun í gang og henni verður lokið þá á næsta ári. Og svo bjóðum við út í verkhönnun og það verður kannski 1 ári viðbútt þannig að við gerum ráð fyrir að framkvæmdir geti hafist í lok árs 24 og lokið kannski rúmum 2 árum seinna. Já, þannig að það er ekkert að fara að gerast alveg strax. Nei, það tekur tíma að hanna þetta og þetta er ekki, þó þetta virkir kannski einfalt að grafa skurð og sprengja þá stokkur í þéttbýli á umferðarþungri götu og það sem að plássir takmarkað, það er það ekki. Þetta er ekki Sigurður Jens, hvar er Miklubrautarstokkurinn? Hann er ekki komin eins langt? Nei, við erum ekki komin eins langt. Við erum núna, eða það er úti, útboð fyrir hönnun á frumdrögum fyrir Miklubrautarstokk. Þannig að þar erum við með 2 valkosti uppi sem við viljum láta skoða nánar. Það voru unnin frumdrög áður eða frumhönnun kannski 2007 að svipum lausnum þar sem var verið að skoða Kringlumýrarbraut og Miklubraut sem einhverja mislæga lausn. En við erum núna að fara, eins og ég segi, í útboð á hönnun á frumdrögum til þess að skoða 2 lausnir, annars vegar stokk og hins vegar göng. Og þannig að við erum alveg fasa og eftir Sæbraut. Já. En þessar framkvæmdir myndu náttúrulega ekki vera unnar á sama tíma, eða hvað? Það getur mögulega eitthvað overlapp. Það gæti orðið eitthvað, já. Það er ekki alveg ljóst en við náttúrulega erum að reyna að synga okkur svolítið saman, þannig að við séum ekki að ofauka umferðinni. En það kannski kemur held í fólki pínlítið óvart að menn séu allt einu fara hugsa göng inn í miðri borg. Hvað kemur til? Við erum búin að vera að skoða og notast við umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins og við erum að gera hermannir þar sem við erum að skoða hvaða áhrif framkvæmdin hefur og í þessum skoðunum þá skoðum við líka það að fara hreinlega í jarðgöng því að það yrði minna rask á framkvæmdatíma, myndi að hafa minni umferðartæknilega áhrif. Og það er hermannir sem við gerðum komið mjög vel út og það er þessuna sem við erum að biðja að þessi 2 valkostir séu skoðaðir nánar og þessi gerða þá almennilega hermannir til að skoða bæði niðurstöðu eftir að framkvæmdu líkum en sérstaklega hvaða áhrif framkvæmdin hefur á umferð á höfuðborgarsvæðinu. Af því að þetta Miklubrautin fleiri kaflar af henni eru innan 10 umferðarmestu gatna höfuðborgarsvæðisins. Þannig að áhrif af einhverjum umferðarþrengingum eru gríðarleg. Sama má segja náttúrulega Sæbrautarstokkinn að þetta kemur til með að hafa áhrif á umferðina. Já, það er alveg klárt mál og við
Það þarf að leggjast í ennþá meiri vinnu núna á næsta stíði bara við að greina þessa þætti og hvernig við sendum umferðina þarna framhjá. Þannig að það er svo lítil höfuðverkur hvernig ná að fara að því að framkvæma þessi verk. Já, ég myndi kannski segja að það sé jafnvel bara einn stærsti höfuðverkurinn í þessu verkefni, sko. En eins og þetta er sett upp núna í frumdræfinu, þá myndum við byggja sem sagt að fyrir aðra akstastefnuna fyrst og senda oss umferðina þar framhjá og svo getum við sendt hana gegnum göngin öðrum meginn og með að byggjum hinum meginn og Þannig að það er að byggja þetta í tvennu lagi nánast. Já, það er svona eins og planið er núna, sko, en við höfum verið með þetta í skoðun núna, frekari skoðun eftir frumdræfinuna og þetta verður tekið áfram núna í forhönnun, sjá hvort það sé þetta að skerða umferðarflæðið ekki of á framkvæmdan tíma sem er trúlega. Finna einhverjar góða lausnir. Já. En samt verður fólk væntanlega verið viðbúið því að það hægist á umferðinni, það verða meiri umferðartæfur meðan að vera að framkvæma þessi verk. Já, ég held að það sé hún alveg viðbúið, sko, en eins og ég segi þá það er bara áfangaskipta framkvæmdina þannig að þetta hafi sem minnst áhrif og í sem skemmstan tíma þá. Einmitt. Ef við fáum aðra mynd sem er uppi þá sjáum við hvernig þetta gæti litið út á Sæbrautinni þegar sem umferðin fer ofan í stokkinn. Þetta eru stór og mikil mannvirki. Já, þetta eru mikil mannvirki, sko. Þarna sjáum við vinstra megin næst okkur húsasmiðina og þar fyrir við ofan í norðamegin í stokknum. Og hugmyndin er þá að byggja bara hálfan stokk og svo hinn helminginn til þess að reyna að koma umferðinni eins og það lítur út núna. Bara svona vegna þess að ég nefndi með umferðarflæði þá er maður svona að mörgu leyti skeptískur á þá lausn. Já. En þetta verður höfuðverkur. Hér sjáum við hvernig þetta, þegar verkinu er lokið, hvernig þetta lítur út að innan. Já, þarna kemur aðrein inn í stokkinn frá hægri, hvort þetta sé ekki sunnan megin þá. Og eins og ég segi, þetta er stórt og mikið mannvirki, þannig að er þversnið sem sýnir. Típist þversnið þarna, þetta eru 2 akreinar í hvor akstastefnu og þarna eru þessar að- og fráreinar sem eru sýndar líka í þversniðinu sem að ná svona mestu hluta gegnum allan stokkinn, þannig að hluta til verður þetta 3+3 þarna í gegn og svo eru strangar öryggiskröfur þarna sem við fylgjum og erum þarna með flóttarými, brunnahólf þarna milli ganga. Já, síðan þessi mynd var nú tekin upp til að sýna það sem að þessi stokkur auðvitað býður upp á er að tengja saman gamla vogahverfið og nýju vogabyggðina sem er í fullum gangi. Þannig að þetta er svo sem ekkert sem er frágengið en þetta er hugmyndaði hvernig Nei, Reykjavíkurborg fór í gang með sem er kallað hugmyndaleit og þetta er svo hugmynd sem að varð ofan á eftir mat og þarna er sem sagt einn af svona kannski tilgangi framkvæmdarinnar vissu leyti sko að koma borgarlínu þarna yfir sem er sýnt að koma frá hægri og yfir skjáinn og yfir á Suðurlandsbrautina. Þannig að þá þurfum við að samræma við það verkefni, þá sé ekki alveg endilega ákveðið hver hún fer yfir og þessi búmerangið væri þá ný Vogabjarðarstöð sem er svona stór borgarlínu stöð í hverfinu. En þá kannski bæði þessi verkefni tengjast borgarlínunni og öllu því verki. Vissulega. Já, við gerum það á margan hátt. Þá er það þannig og það er fyrir Miklubrautina þá náttúrulega er þessi breyting að setja í stokk, það byggir svolítið á seinni lotum borgarlínunnar sem geta þá verið ofan á stokknum eða ofan á göngunum ef því er að skipta. Já. En svo er það í raun og veru vestari enda Miklubrautar sem að verður álíka þverun til þess að tengja saman Hlíðarfót og Norðurmýrina. Já, en bæði þessi verkefni eru hluti af samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Já. Þannig að menn eru að vinna að þessu í því ljósi. Já. Og það eru þá betri samgöngur sem eru með vegagerðinni í vinnu við þetta í raun. Já. Og þess vegna eru þið að vinna í vegagerðinni og að vinna þessum verkefnum. Þetta er svolítið flókið mál allt saman en ef við förum aðeins yfir í Miklubrautarstokkinn og hann sem er ekki komin eins langt þannig að við hefum ekki eins fínar myndir af honum en hér erum við mynd sem sýnir hvar þetta gæti legið.
Já, þetta er í raun og veru bara yfirlitsmynd sem sýnir verksvæðið eða hugmyndina sem við erum að setja út í útboðið, það sem er í útboðið núna fyrir hönnunarfrumdröfum. Þannig að ljósbláu fletirnir sýna raun og veru þá hugmynd sem er til í dag og er samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkurborgar þegar kemur að Miklubraut í Stokk. Það er að segja að hann byrjaði þarna við gatnamót Snorrabrautar bústaðar og komið svo upp með tveimur, komið upp við Kringlugötu eystri, rétt austan við Kringlu. Í þeirri hugmynd þá eru svo tveir rampar sem fara ofan í og upp úr Stokknum vestan við gatnamót Kringlumýrarbrautar Miklubrautar. Og það eru þessi tveir gulu sem er þarna vinstra megin á gatnamótum. Þannig að maður kemist inn í þennan stokk á raunilega bæði þarna á þessum miklu gatnamótum, annars vegar og svo hins vegar í endana. Já. Og svo þegar kemur að þessari gangnalaust sem við viljum láta skoða, þá erum við raun og veru búin að draga göngin austur fyrir Grensás og þá bætum við tveimur römpum eða tveimur eingöngum austan megin gatnamóta Kringlumýrar og Miklubrautar, þannig að þú komist raun og veru inn og út úr göngunum í báðum endum og svo í báðar áttir beggja vegna á gatnamóta Kringlumýrarbrautar Miklubrautar. Það er raun og veru hugmyndin og hún byggir á því að þeim niðurstöðum sem við fengum út úr umfaragreiningum hjá okkur sem voru mjög góðar niðurstöður en það er það sem þarf að skoða nánar og þá erum við að tala hvað áhrif göngin hafa eftir að þau eru framkvæmd til þess að dæla umferðinni á fleiri stoppvegi. Þannig að þetta útboð sem er núna í gangi snýra því svo litið. Það snýra því að finna út hvor valkosturinn er vænlegri, ekki bara fyrir þessa leið Miklubrautarinnar, heldur líka fyrir heildakerfið. Þannig að við erum að horfa aðeins dreift á þetta. En hver eru kosti við að fara að grafa jarðgöng? Það verður, alveg eins og Sæbrautastokkinu, þá erum við að tala um rosalega mikið rask ef við erum að fara í stokk. Við erum með opna opið vinnusvæði og það eru bergbrot og það verður til þess að tryggja umferðina, þá verður rosalega mikið, þarf að þrengja umferðinni og þá þarf að skipta fleiri fasar á því hvernig við þurfum að byggja þetta og gæti tekið þar leðandi lengri tíma ef maður verður að fara í stokk, bara einfallega vegna þess að við þurfum að byggja hlutanum í bútum. Ef maður færi í jarðgöng þá væri hugsanlega hægt að vinna stærstan hluta jarðganguna án þess að hafa áhrif á umferðina ofanjarðar. Að miklu leyti og sjálfsögðu þá fylgir þessu auknir þungaflutningar. Sama hvaða lausn verður valin þá fylgja þessum lausnum auknir þungaflutningar á stofnvegum á meðan á verktíma stendur. Sem bætist við umferðina sem er fyrir. Sem bætist á umferðina sem er fyrir á þessum verktíma. Þannig að þetta er svolítið flókið úrlausnarefni að finna út í hvernig þú bara ætlar að haga þér meðan á framkvæmdinni stendur. Já, af því að við erum að tala um rosalega stórar framkvæmdir á stofnvegum í hinu byggða umhverfi. Þannig að það er, vandamál okkar er kannski ekki tæknilegs eðlis að leysa sjálfa framkvæmdina, heldur framkvæmda tíman. Það er kannski það sem er stærsti. Reynir það minna á verkfræðikunnáttunni ykkar, meira á eitthvað annað? Þetta er bara að blanda verkfræðikunnáttu og þá reynslu í verkefnum sem maður hefur verið. Og þið komið báðir frá Noregi tiltölulega nýkomnir? Já, það báðir lengi. Já, og vinna það var einhvers konar svipuðum verkefnum eða? Já, mikið af verkefnum í þéttbýli sem ég var að vinna allavega. Þannig að þið komið vonandi með þá kunnáttu heim? Já, við hefum allavega farið í gegnum önnur eins verkefni. En hvað, en höldum okkur við framkvæmdatímann, við erum að tala um að það þarf sennilega að sprengja og það verða læt og mikið í gangi á verktímanum. Já, það er viðbúið. Það er þurfum að sprengja okkur hún í klöppina hana. Og það er alltaf klöpp hér. Já, þó svo að til að mynda fyrir Miklubrautina þá erum við að tala um Norðurmýri, við erum að tala um Vatnsmýrina, við erum að tala um Kringlumýri, við erum að tala um fleiri staði sem að bera nöfn þar sem að talað um mýri, þá er það engu síður þannig að við endum í klöpp á einum eða tímapunkti. Og fyrir stokkinn þar að segja, en fyrir göngir þá viljum við náttúrulega bara vera í klöpp. Já, nákvæmlega. Það þarf hún að vera almennileg líka. Hún þarf að vera almennileg. Það er verið að vinna að jarðgrunnsrannsóknum núna fyrir
fyrir Miklubrautina, bæði stokk og gangnalausnina. Þannig að við vitum vonandi meira þegar við förum í frumdrögin hvað þetta varðar. En hvernig eru tímasetningar varðandi Miklubrautar, stokk eða göng? Já, eins og ég segi, þá útboð fyrir hönnunin á frumdrögunum í gangi núna. Við erum að stefna á það að vera að ljúka frumdrögunum áramótin eða snemma næsta ári. Og þá förum við bara fljótlega eftir að það hefur verið valið hvor lausnin verður í það að fara í nýtt útboð fyrir hönnun og forhönnun og verkhönnun. En við erum að tala ansi mörg ár líka þannig. Já, framkvæmdin sem slík, hún mun alltaf vera einhver ár. Þannig að núna snýst það kannski bara að við syngum okkur svolítið saman við aðra framkvæmdir innan höfuðborgarsvæðisins, svona stóra framkvæmdir á stofnsvæðinu, þannig að við séum ekki að halda umferðin í gíslingu á meðan við erum að vinna á allum stofnvegunum. Sæbrautarstokkurinn fyrir á ferðinu og hann tengist þá líka fyrstu lotu borgarlínunar. Fyrstu lotu borgarlínu, já, sem þverar hann stokkinn. Og kannski nauðsynleg forsenda fyrir fyrstu lotuna að það sé komið stokkur. Já, þá þyrfti náttúrulega áfangaskipta þess að framkvæmd þannig að hann var ekki að tefja fyrir borgarlínunni sem kemur þarna yfir. En hverju fyrir hinn venjulega Reykvíking eða íbúa hér á höfuðborgarsvæðinu, hverju breyta þessar framkvæmdir? Hvernig verður þetta þegar þessu verður lokið? Já, ef þú lítur bara á hann kafla sem ég nefndi þarna fyrst og segjum að kemur nú líka mislægt gatnamót bústaðaveg, þá verður komið með mislættraunarnir frá Holtavegi og út að bústaðavegi og áfram. Þessi stokkur hann undir Klessmýraveg og Skeiðavog líka. Og það náttúrulega bara bætir flæði umferðar á þessum kafla og minnkar rauninni bara umhverfisáhrif umferðar líka. Komið þetta í stokkinn og svo líka þetta, kannski þessi partur með hvað hægt að gera við yfirborðið á stokknum, þar sem þannig að tengja saman sig hverfi og losna við þessa gjá í rauninni sem að Sæbrautin þarna. Þannig að þetta veitir borgin ýmsa möguleika. Já, og alla samgöngumáta, bara að segja. Já, einmitt, og hvernig snýr þetta einmitt að bæði hjólandi og gangandi þessar framkvæmdir? Og svo verður það allt saman bara hugsað í samhengi náttúrulega og samhengi við þessa hugmyndaleit líka og allt saman og Þannig að menn náttúrulega hugsa þá umferð ofan á stokkunum. Já, og svo náttúrulega tengist þetta fleiri verkefni líka, borgarlína lota 3 kemur vantarlega þarna líka þá í Vogabyggðastöðina. En hvernig líst ykkur á að fara að vinna, eða þið náttúrulega búin að vera að vinna þetta svolítið núna, en hvernig líst ykkur á að eyða næstu árum í svona verk? Fyrir Miklubrautina þá það, eins og ég segi, þetta eru fleiri hlutar af Miklubrautinni eru gríðarlega umferðarþungir í dag. Og ef að það er hægt á einn annan hátt að leysa, að létta á umferðinni þarna, með því að fara annarkvort í stokk eða göng, sem svo myndi þá opna fyrir að innanhverfa og önnur umferð hjólandi, gangandi borgarlínu, þá það náttúrulega vel þess virði að fara að eyða einhverjum árum í að vinna að bættu samfélagi fyrir alla ferðamáta. En það náttúrulega, þó svo að borgarlína fari báða stokkana, þá eru stokkanir líka hugsaðir og kannski aðalega hugsaðir til þess að leysa úr umferðarþunga, núverandi umferðar. Og Miklubrautin og stokk eða göng, þar eru við að reyna að taka þessu umferð sem að þvera borgina og setja hana neðar í hennar, þannig að til þess að létta fyrir þeirri umferð sem og annarri umferð uppi. Og þá held ég að svona samfélagslega þá það alveg þess virði að eyða einhverjum árum í að reyna að fá betri nýtingu út úr kerfinu hjá okkur. En það verða gríðarlega breytingar á ásýnd borgarinnar. Já, það verða það hygglust. Sem mjög spennandi, náttúrulega, að sjá þessar breytingar verða. Já, það gríðarlega spennandi verkefni. Og þið verðið í þessu þá næstu ár? Já. Það ekki. Ég held að við sláum punkt núna og þökkum ykkur fyrir komuna og þökkum ykkur fyrir að horfa á vegvarpið. Takk sömuleiðis. Takk.